Þannig að mér kemur ekkert óvart að það sé heimsmeistarakeppni í Axel sko. Mér finnst það meira impressive heldur en þú veist CrossFit eða eitthvað. Þetta er the real MVP sko. Komið þið sæl, kæru hlustendur Búblur og bjór. Komið sæl. Þetta er öðruvísi þáttur í dag. Við viljum byrja á þáttina að tilkynna að Daði er ekki með okkur í dag. Daði er ekki lengur með okkur. Þannig að þetta verður erfiður þáttur. Við reynum þetta. En dagurinn bara heldur áfram og hérna... Já. Þetta er sorglegu dagur. Þetta verður erfiður dagur. En bara show must go on. Við erum með hlustendur sem að treysta á okkur. Þannig að við verðum bara að kyngja þessu og halda áfram. Nei, 1. apríl. 1. apríl. 1. apríl. Djók, hann er í smá fríi. Já, hann er lifandi. Þið heldur að hann var dáinn. Hann er lifandi. Ég átti erfitt með mig, sko. Ég verði að viðurkenna það. Já. Þetta er alltaf svo erfitt að vera svona kjánarhallur. Búblur og bjór, skál. Skál, ég er búinn að opna minn, þannig að það kemur ekkert. Þetta var flott reyndar. Ég er búinn að æfa mig. Það er langt síðan við verðum að drekka meðan við erum að taka upp. Já. Við erum búin að vera svo þægir. Já, þó fólk kannski heldur það að þó að þetta heiti Búblur og bjór, þá erum við ekki alltaf sullandi þegar við erum, sko. Nei, alls ekki. Alls ekki, sko. Það var mjög erfitt. Já, það var mjög erfitt. Ég er oftar hérna með Diet Coke eða eitthvað heldur en áfengi, sko. En núna erum við með bubluðir. Núna ætlum við að lifa okkur. Ef ekki vera bara með áfengi bara næstu þætti í viðbót. Nú er engin Daði. Daði er nefnilega, hann er pappinn, sko. Þannig að hann er alltaf að halda okkur niður á jörðinni, en nú er engin Daði, þannig að við getum bara gert það sem okkur sýnist. Núna erum við free, eins og maður segir. Nei, djók. Maður má ekki segja svona. Nei. Hvað er fréttað þér? Heyrðu bara gott. Ekki? Jú. Við erum hérna eitthvað stort að frétta? Ekki neitt. Nei, eitthvað sára lítið. Það kom hérna eitthvað príkom eldgos eitthvað, 1. apríl, sem var nörgulega staðsta aprílgabbið. Já. Þú veist, hversu fyndið er þetta? Þetta er svo verð. Þetta var bara svona, það voru svo margir búin að bíða eftir þessu. Já. Svo lengi. Það var bara, þetta er að koma. Já. Síðan bara, já, eitthvað svona bara príkom dæmi. Já, veist, líka hérna í fréttunum það var alveg, þetta var komið yfir bæinn, bara í miðjan dag. Síðan alveg svona, og búið. Wow. Svo þetta var svo fyndinlega, þegar þarna morguninn, þá var ég á leiðin í vinnuna, ég bý náttúrulega á Reykjanesi. Já. Og hérna, ég var búin að sjá þetta, þú veist, í símanum áður en ég fór á staðan, ég vissi að eitthvað var að gerast. Og akkurat þegar var að vera að rýma bæinn hérna, bara morguninn, fullt af bláum ljósum út allt, bara að keyra, þú veist, á fulli ferð úr Reykjanesbrautinni. Og svo, það sem kom mér mest óvart á leiðin í vinnuna var að ég mæti hérna sérsveitabíl, svona svörtum Ford Jeppling ekkurum, með blá ljós á 200 á leiðinni inn í, þú veist, frá Hafnarfirði, skilurðu. Við verðum að bjarga bláa lóninu. En eina ferðina. Nákvæmlega, ég veit hugsaði það, bara af hverju ég anskotan með sérsveitin á leiðinni inn í. En svo, seitum daginn, þá les ég fréttir að maður var handtekinn fyrir að veifa byssu af björgunarsveitamönnum. Og þá bara, ok. En líka, veist, það er dum. Hérna, út með ykkur. Sér bara svona, get the fuck out. Bara ég ætla ekki að fara af heimilinu mínu. Get off my property. Mér finnst þetta líka bara, herru, segðu bara nei, skrifa undir plagg eða eitthvað að þið þurfi ekki að bjarga mér. Nei. Ég er fullan maður, ég má deyja hérna. Já. Nákvæmlega, skattpenningarnir mínir sé ekki að fara í það að bjarga einhverjum þrjóskuhaus sem vill ekki fara þegar það er eldgos bókstaflega 2 kílómetra frá honum. Hversu
þreyttur ertu á því að flýja heimilið ár eftir ár aftur og aftur bara, nei hingað og ekki lengra sérsveitin bara, jú þú ert að fara að drulla þér út það var nú meiri sirkusinn maður með þessi vitlisingur með haglabissuna sína riffilega hvað þetta var síðan komu ég fann hann 2 jarðskjálfta í röð að langt sinni ég fundi jarðskjálfta og veist, maður finnur svona og síðan bara búið veist, síðan er þetta ekkert meira en það og síðan er þetta ekkert meira en það og veist, ég skil veist, ég kannski ekki alveg þarna hliðin á sér svo þú ert veist, þú ert bara við þetta en til dæmis eins og ég sá vídeo af á þinginu konan sem er stjórnan bjöllinni ding ding já það var svona vídeo og kom þessi pingu litli jarðskjálfti og hún svona augun alveg sem stóð hann upp gaurinn var í miðri ræðu hann fann ekki fyrir þessu sko hann fann ekki fyrir þessu og hún eitthvað ding 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 5 minútur hlé gaurinn var bara hvað er þetta að gera bara miðri geggjaðri ræðu sko eitthvað sem skiptir ekki máli og þá fór ég að hugsa bara hversu okkur eru þau svona hrætt við jarðskjálftana Já, þetta er góð pæling þú veist, það kom náttúrulega 7, eitthvað í Myanmar núna daginn líka og þú veist þá myndi ég skýta á mig þú veist, 1200 manns dói eða eitthvað skilur og fullt á húsu hrundu þá myndi ég definitely skýta á mig hérna á Íslandi þú veist, þetta er bara nokkuð þetta er svona, þetta er smá hristingur maður fær svona, já, nákvæmlega og við byggjum líka húsin okkar ágætlega sko þú veist, þau mygla en þau hrynja ekki í jarðskjálftum þau definitely mygla sérstaklega svona opinber húsnæði skilur sem að ríkið á og eitthvað skólar og allt það er allt bullmiglandi en þau hrynja ekki en talandum fyrir mig eitt í annað til að segja sko þessar myglur sem er í gangi í öllum fokki skólum að ef þú tekur 100 ára gamalt hús það er engin mygla þar út af því að það eru öndun þannig gegn og ég var hjá Tengdó upp á penthásinu hjá þeim shout out humble brag humble brag konum mér myndi guppa ef hún myndi heyra þetta sko og að þá eru svona í gluggunum eru svona loft svona ristar já. Og ég bara okkur er þetta ekki bara í öllum fucking skólum og í öllum húsum er það eitthvað svona why? Ég veit ekki, ég skil þetta ekki sko við ættum kannski vera bara sko, ég held að við fórum að svo langt að því að við náttúrulega búum í skýta fucking kulda hérna 10 mánuð á ári að við erum að þétta húsun okkur á vel já og líka, við lokum öllum gluggum við erum bara, það er svo kalt úti botnum allt í gang botna allt saman ógeðslega heitt sem kemur sko gluggarnir allir svona móðugir sérstaklega í svefnherberginu já, sumum, ekki öllum shots fired já, en ég veit ekki en talandi 1. apríl gerir eitthvað aprílklapp? Nei, ég klikkaði alveg á því núna kom samt memory á Snapchat hjá mér þegar við göpum konuna mína fyrir einhverjum árum síðan þú veist, þú getur á YouTube þá getur þú farið á svona myndband það sem að sýnir skjá eins og þessi brotin já og við gerum þetta við sjónvarpinu inn í hjónaherbyggi og og ég leti eins og krakkarnir hefðu eyðilagt sjónvarpið og konan kom inn og bara hvað er það að gera? Byrja eitthvað að öskra á börnin og þau bara svo sprungu þau á hlátri og eitthvað og bara þetta er djók og eitthvað en mér finnst það mjög fyndið en það var svona Ég þarf eiginlega að gera þetta við Þórunni þetta er sko Þórun gaf Þórdísi eitthvað svona inni frisbee fyrsta sem hann gerir beint í sjónvarpið Þórun var bara þetta er ekki inni dót ég líka já Þórdís ég var búin að vera að kasta á milli sko með henni Þórdís, hvað ert að gera? kenna barninu ég var svona taka hann á hendinu undir vagnin akkurat
En þetta er mjög skemmtilegt að þetta lukkar ógeðslega vel, skilur það Já. veit allir hvernig svona flat screens líti út þegar það eru brotna, koma svona línur og eitthvað og þú getur bara fundið þetta á YouTube og það lukkar sjúklega vel, sko Í alveg, Já. ok, ég verð að gera þetta Þetta er mjög fyndið Þetta er sko gegnum tíðina er ég búin að vera að gera svona smá prank til þess að svo mömmu Veist, ég veit ekki hversu oft Þórun var ólétt sko Já, ok Það er evil, sko keipti svona þungunarpróf og setti það bara á borðið sko, svona. Mamma kom heim bara Birgir ég alveg oh shit bara já Þórun er ólétt hún bara í alvöru ég alveg nei Þetta er evil sem var ekki alveg svona ár eftir ár maður alltaf sem hún er ólétt sko. síðan sko leið og hún var ólétt af Einari þá trúðu mér ekki sko. Nei, eðlilega hún var bara, ég reyka bara í alvöru hún var bara, nei, ekki fyrir Þórun segja mér, ég bara, oh my god Ertu hissa? það veist, reyndar ekki sko. síðan var eitt þegar ég var í skólanum ég lendi í vandræðun reynda þar sko. Fyrir ykkur sem vita, ekki vita þá fór Birgir actually í skóla Stóð sér ekki vel, en hann fór samt True story Já, ég var 10 já, ok og við vorum á þriðju eða annarra hæð í Flattaskóla og ég leið bara, það er 1. apríl og ég leið, Sæmi það var strákur með mér og ég leið, hlaupti niður á sokkunum og þóttist vera dáin undir glugganum Jesus Christ og ég kíki út ég ok, ég ætla að sækja gangavörðin Svo hefði dottið út á glugga já, Jesus Christ ég hljóp og náði hana og ég bara Sæmi datt út á gluggan Oh my god hún ha og allir, krakkarnir alveg bara við gluggan sko eins og þetta væri ekki að gera hún kíkir út sér hann á sokkunum og Jesus og hún bara oh my god alveg bara freakað út Tráma, sko, já og ég bara 1. apríl Oh my god ég lendi í svo miklu vandræðum sko. You little dick já, ég var að skammaður ekki bara ég heldur bekkurinn var skammaður Ok svona, mér fannst það vera alveg bara shit, ég er í vandræðum síðan lendi ég ekki til vandræðum sko. Nei, ok mamma var kennari hana sko. Einmitt og það var bara strákurinn þinn sko. Shit hann er með þessi bláu augu Já, og við getum ekki skamman svo við skömmum bekkin ok svo þetta er alveg þetta er mjög ég sé eftir þessu núna sko Já, það leiður að segja þetta upp átt Já þetta er svona evil Gangaverður eru ennþá bara með martraðir, skilur ég fer ekki á aðra hæðina Nákvæmlega í herbyggi 375 eða Jesus Christ Þetta er illt, sko okkur er 1. apríl veistu eitthvað um það? Sko, ég fór ekki djúpt í það en það er í rauninni engin konkrét svör við í því. April Fools Já svo þetta er út um allt en enginn veit okkur Já, þetta er sko einhverjir telja að þetta sé eitthvað að það sé að koma vor og allir svona pínu glaðir og eitthvað svona og er eitthvað svona fíblast og Warny svona horny á vorin Warny Það er nýtt orð, ok Já, I'll go with it svona, það er spring in your step Akkurat, já Vissulega líka sko, þess að svipur það já, ok I've never heard that before Nei, en já, I'll take it Já, þú veist, það er sko það sem að ég sá allavega það er ekkit eitthvað bara 1. apríl er út af X, skilur við Þannig að, já og ekki einu sinni ChatGPT Ég bara að tjekka, fórst þú ekki til söguna? nei, þú ætlar að fara í söguna Oh, fuck Stúli, ég skal taka söguna, Júli ok Við töluðum getur verið, sorry skiptir engum máli Nei, ég sá allavega þú veist, allavega það sem ég sá svona
var eitthvað, þú veist, það gæti hafa verið þetta skilur en það er ekkert eitthvað svona konkrét bara 1. apríl 1704 þá kom Var Jonathan III sem grínaðist að hann var með 2 tippi Já, að þau voru bara, what? Og hann var með AIDS í öðru þeirra What? Ok Bara í öðru Bara í öðru 50-50 Já. Ok, Jesus Christ Oh my god Ég er bara með AIDS í öðru tippinu Ekki hér Oh my fucking lord That's fucking hilarious Það er í vinstra tippinu En ég man ekki hvort það sé mitt vinstri eða þitt vinstri Það er annað hvort Mitt Oh my god Sorry En hvað varðum að láta fólk hlaupa Það er eitthvað íslenskt sko Shit kommentar sko Já, ég veit það Það er nefnilega, fólk gleymir því svolítið Þú veist, þetta er Sorry Ég er enda að hugsa vinstra Sorry Hvort væri, ef það væri með 2 tippi Hvort væri það upp og niðri eða hægra og vinstri Það væri betra að vera ofan og hvort öðru Þá getur við með double penetration sko Penetration, já Já, reyndar, það væri reyndar létt Hvað sér þau, hlaupa og Já, nei, hérna Ég sá það bara, eins og það sem fjölmiðlar er að gera á stundum það er einstakar svona fyrirtæki og fjölmiðlar eitthvað sem að lætur actually fólk bara komið hingað og fáið frían bíl eitthvað en oft er þetta bara, þú veist, nei, þú ert bara að ljúga mér, þú veist, það er ekki þú ert ekki að láta mig standa upp og fara eitthvað sko, eins og það var ganga út á Já, en það var oftar í fréttunum veist, ég tók ekki eftir neinu aprílglapi núna í fréttunum, Já, ekki neinu sko, ég sá eitthvað þessum fréttum eins og gæinn sem ætlaði að selja Tesluna sína og eitthvað og ég bara eitthvað make sense þú veist Nákvæmlega Vá, hvað þetta er gott grín Já, nákvæmlega Ætlar þú að selja Tesluna? Já. Ok, þú ætlar að selja bíl, er það bara Nei, og hann ætlaði að selja hana bara á, þú veist, 1,5 milljón eða eitthvað, þú veist, 3 milljón krónar bíl, skilur við, og bara, ég er bara svo þreyttur á þessu áreiti og eitthvað fyrir að eiga eitthvað svona fasista bíl. Endalega, hérna er myndanum með hagakrossnum á. Já. Hálfbrendur. Nákvæmlega. Og það, ég fór nefnilega að hugsa þetta daginn eftir, því ég fór að skoða svona hvað var aprílgap. Þá bara eitthvað, veistu, heimurinn er svo fucked up. Já. Í dag að ég trúði þessu öllu saman meira sér að það að Hagkaup ætlaði að fara að bjóða giftingar við afgreiðslukassana ég er bara eitthvað ok ég er bara já þú veist svo fucked up er heimurinn í dag ég trúði þessu líka sko fólki sem lesi þetta bara seems right já og síðan er hitt bara svona Hagkaup bara hvað er að gera giftingar bara þetta er geggjuð hugmynd bara okkur ættu við að labba og skoða það bara, Þórinn, við þurfum að gifta okkur í Hagkaup skrepum í Hagkaup í Garðabæ akkurat það er bara, veist svona einhver stelpa með oflanga neglur og augnárin hún getur ekki lesið á blaðið bara, ég ætla að gefa ykkur saman hvert já, yes please þetta er nýja Vegas já Veist, ég samt í alveg var þetta aprílgabin? Já. Fuck my life. Ég bara það kom mér ekkert óvart sko. Ég bara þú veist núna Hagkaup nýbúðir í fréttunum fyrir að vera að selja áfengi og eitthvað og ég bara já logical step okkur ekki. Já þú veist heimurinn er nógu fucked up sko. Ég get alveg trúa því að eitthvað fólk úr Breiðholtinu eða eitthvað sé bara að fara skref mér Hagkaup náum hérna í blandi í Southern Comfort og giftum okkur í leiðinni. Það var Davíð, það var geðvig Ef að gera það var geggjað alltaf eftir hvert jam ætlum að gifta okkur Pældi að mæta bara allt í henni þú veist, mörgum dögum eftir 1. apríl bara í jakkafötum og brúðarkjól inn í Hagkaup og bara, hvað er presturinn? Já, hvað er hann?
Þú veist, Já, bara heimta bara giftingu. Ég sá þetta auglýst. Ég sá þetta fucking auglýst sko. Þið, veist, hvar er þetta? Já. Fuck my life sko. Herru, það var sko ég sá hérna það var kona í Bandaríkjunum Florida Típist. Típist Alltaf þegar það byrjar á Florida, man. Eitthvað, þá var það bara, Florida, it's gonna be messed up. það er svo mikið þannig að hérna, það er Hooters í Florida Já. árið 2001 Já. og þau voru með keppni, svona sölu keppni Ok. bara sá sem gæti, veistu, bara selt mest Já. myndi vinna Toyota og þau bara, já, bara á og hún hérna, Jody laði sér alla fram og hún vann keppnina sko. Ok. Herðu, eigendurnir bara, herðu, Jody hvað er þetta, blindfolduð hana skulum koma út á bílaplan og hún eitthvað bara, oh my god, ég trúi þess ekki maður og allir í húres maður, kíkjum á þetta maður herðu, maður taka blindfoldið af hérna þá fekk hún a toy Yoda Nei. Yoda, Star Wars Yoda. já herðu, hún var svo brjál Já. Eðlilega. en, veist, tæknilega voru þeir ekki, veist Toyota. Já, akkurat. herðu, og hún kæri þá Sjálfsögðu. bara, hún var traumatized See you in court. já, hún hérna hætti vinnunni maður, alveg bara brjálu það var svo mikið niðurlæng hún einn sem getur ekki tekið djóki Akkurat. væri ekki til að vera með henni í Hún var sambandi bara, hún var að vinna vinnuna sína, skilur við. Þú veist, hvað þú, Jesús minn maður. herðu sko, lögfræðingar segir allavega hana, ég sá ekki tölurnar, hvað hún fekk en lögfræðingar segir að hún gæti farið í hvaða sagt, hérna, bílasölu sem er og Já. keypt hvaða Toyota sem er Ok. sem hún vildi bara, Þannig að hún vann málið gegn Hooters. Já. Út af þetta. Já. Þennan brandara. já þetta var mjög dýrt Toyota fekk hún að eiga Toyota Það er $1 million spurningin innan, sko. Já. ég hefði allan tíma tekið Toyota með mér Klárlega. ég vann þetta, Já. ég fokkin hættur Akkurat. I'm a Karen Akkurat. Jesus Christ. þetta er brjál sko. Já. Talandum, hérna, bandaríska veitingastæði, maður. Shit. Taco Bell. Já. Við veitum alveg hvað Taco Bell er. Já. Þeir eru mitt hérna eitt árið. Það var hérna 96. Þá settu þeir sko svona heilsíðu auglýsingu í fullt af blöðum að Taco Bell hefði keypt The Liberty Bell sem sagt í Bandaríkjunum og endurnefnd hana hérna Taco Bell? Taco Liberty Bell. oh my god Það varð allt furious. Það var allt vitlist. Þetta er svona, þú veist, þetta er svona eins og frelsistittan, skilur við, fyrir, hérna, þú veist, þetta er bara eitt af þessum symbols í Bandaríkjunum, bara fokkin bjalla hana Liberty Bell, já, sem að, hérna, ekki sprungi inn í, komið ekki í, hérna, Nicolas Cage myndinni, eitthvað, já, og hérna, og það var allt vitlist. Þeir bara, við keiftum hana og núna heitir hún Taco Liberty Bell. Við fannst þetta sjúklega gott, sko. Típist, Bandaríkjum hefur bara ég hef aldrei pælt í þessari bjöllu en þetta er okkar bjalla. Akkurat. Bara nákvæmlega, nú er eitthvað fyrirtæki að græða á þessu og ég er bara brjálæður. Hefur þú smakkað Taco Bell? Já. Ég hef aldrei smakkað Taco Bell. Er það bara tacos? Eða nei, nei. Er það komið svona svipaði sem McDonald's að það er ekki lengur bara hamburger? Já, ég held að það sé nú eitthvað aðeins meir en bara tacos, sko. Já, sko, gallin við tacos og mig, sérstaklega, þú veist, eins og að fara á Serranos og þú veist, með þess að Subway ég, þú veist, ég höndla ekki allt áleggið. Ég, þú veist, að þurfa að velja hvað fer á þetta. Slag valkvíði. Já, ég, þú veist, ef ég og konunum fyrir á Serranos, ég bara, veld þú fyrir mig. Já, það eru 300
svona einhverju dallar hérna með einhverjum fucking gulum bönum og grænmeti og ég segi bara, þetta mínus þetta ég bara, já, en þú veist þú þarf samt að velja, ég ætla að fá gula bönir, ég ætla að fá rauðlauk og ég ætla að fá kál, ég ætla að fá tómata og ég ætla að fá svona sósu eða svona sósu. Þetta er eins og bland í póki í gamla dag, ég ætla að fá 2 brjónsika hérna, 2 sterka þarna, þetta, hugsa að vera það er engar sjöppulingur, sko. Nei. Hugsa að vinna við þetta, bara svona, horfa á svona pappan, koma með krakkan sinn. Akkurat. Og síðan þú ekki bara, that motherfucker þetta er bland í póka maður sem komið svona 4 aðrir svona fyrir aftan og allir að bíða eftir eitt gummi má ég ekki bara velja fyrir það bara respekt á þau sem eru örugglega á 50-aldri í dag og unnum við þetta á 7 tíma oh my god, ég geti þetta aldrei sko. Nei. Herri, það var hérna útvarpsþáttur í Florida að sjálfsögðu Herri, 2013 var útvarpsþátturinn, ég sá ekki hvaða útvarpsþáttur, það skipti ekki máli sem sagði, í þættinum að það var hérna dihydrogen í vatninu hjá fólki og hérna á þessum stað í Florida og fólk fríkað út og byrjaði að hringja allstað sko, lögguna, hinn og þessar eiturefna samtökin og en það finna við að þeir voru ekki að ljúga sko. Nei. Og því að þetta er vatn sem þeir voru að segja bara H2O sko þeir voru sendir í leyfi meðan investigation væri í gangi en já, þetta er Florida maður Jesus Christ ég hérna, já, hvað heitir aftur hvað var það? Nei, ég maður ekki, það var eitthvað nei, skiptir ekki máli, ég man ekki hvað það var ég ætla ekki að reyna að útskýra það þetta myndi maður eitthvað sem ég get ekki útskýrt ég er með hugmynd ég veit ekki hver hún er nei, þetta var eitthvað með that went nowhere það var svona bara munurinn á mér var aðeins og undan heilanum og heilin náði ekki að catch up hérna þannig að já forget about it íttur ekki að rekka það ok ég veist svona eitthvað og hérna eitthvað wow já, ég veit wow mætti að Halldór búin að hanga of lengi með mér sko. Já, þetta hefði verið gæðugt fyndið þegar ég eitthvað vita hvað ég ætlaði að segja Jesus hérna, veist þú hvernig spagetti er búið til? Veistu hvernig spagetti er búið til? Spagetti? Nei, það er nefnilega, það vex á trjám og hérna þetta er ógeðslega fyndið þetta er síðan 1957 þannig að þetta er svolítið síðan en samt hversu heimst getur fólk verið BBC sem sagt gerir frétt að hérna svissneskir bændur hefði átt rosalega góða uppskeru í spagetti og sýndu myndband allt saman að þetta var svarthvítu myndband af fólki verið að tína spagetti úr trjám Nei Jú Í alvöru og hérna og það var rosa góð uppskera því að það var svo mildur vetur og eitthvað svona og gerði alveg heila frétt þetta og það var bara fullt af fólki sem var bara eitthvað hvar fæ ég spagetti í tré og var að mæta í alls konar verslanir og bara spyrja spagetti í tré og eitthvað þetta bara sló í gegn mér finnst þetta sjúklega fyndið bara hversu vitlaus getur við verið bara allir á Ítalíu bara eitthvað mamma mia you stupid idiot bara veist nákvæmlega það voru bara 100.000 manns í Bretlandi bara eitthvað ég ætla að rækta mitt eigið spagetti heima shit sko það er svona geðveikt wow en þetta er einmitt talandur hekki það er náttúrulega Orson Welles hérna þegar hann var með hérna War of the Worlds já og veist, fólk fríkaði út hélt actually að það væri geimveru hérna innrás já. Og þetta er bara legit þú ert í útvarpinu bara já. Og hann er að lýsa bara þegar geimverurnar er hérna að skjóta hérna fólk og eitthvað og bara, herru get out of town man ég meina, hvað áttur að hugsa þú veist, það var ekkit eitthvað svona
Fact check this shit. Já, nákvæmlega Og ég meina, þú ert að hlusta á útvarpið og það eitthvað 1930s jazz í gangi eða eitthvað og svo allt í einu kemur bara eitthvað we interrupt this broadcast to bring you eitthvað news, blah 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 The aliens are coming. Já, nákvæmlega og þú bara, what the fuck Þú veist bara, simple time, sko. Já, ég veit ekki hvernig ég hefði brugðist til sjálfur, sko ef ég hefði verið á þessum tíma þú veist bara, what, þú veist Það sama hér, sko. Já Þetta er eins og hérna Wow. Já Wow. Brain freeze Nei, bara svona it was there and it's gone. It's gone Wow. Að fá snildar hugmynd. Já Og síðan bara, ég ætla að sækja hana ég ætla að segja frá henni Einmitt en síðan er hún bara farin. Já Það var bara að gerast. Það var bara, já það var bara nákvæmlega það sem ég var með rétt á Þetta er svaðalegt að lenda í þessu. Ég veit að þetta er svo óþægilegt Þetta er mjög óþægilegt. Sérstaklega hérna eins og þegar maður er að þú ert að sækja eitthvað þú ert eitthvað bara, já, herri, mér vantar þetta síðan lappar í næsta herbyggi Já Okkur er inn í þessu herbyggi. Já Hefur þið lent í því? Já Síðan er maður bara annarkvort er ég gamall ADHD eða þunglítur Já eða all of off. Já, það gæti verið Nei, þetta er svo fyndið svo mitt hérna bara, ok, ég ætla að fara aftur inn í herbyggi þar sem ég var og stoppa og lappa aftur sömu leið og eitthvað og sjá hvað það reyðist fyrir mér. Ég var að gera þetta og ég var að hugsa þetta. Já, nákvæmlega. Það er hérna, það er eitt svona prank. Ég sá ekki hvort að þetta var á síðunni hjá mér. Já. En ég veit ekki hvort þetta var 1. apríl eða eitthvað. En það var strákur sem var að pranka hérna allan skólan og lét laxarolíu í matinn. Og það er til myndband þegar fólk er að skýta á sig. Oh my god. Ég held að hann verið að hefna sína á sko bullying sko. Ég held það sko. Betra en að mæta með vilbissu. Já, ok. Mér finnst að kennararnir voru að skýta sko, hlaupandi. Oh my god. Fólk við hérna skápana sína hágrátandi, kúk á sig sko. Shit. Sem var bara verið að taka vídeo á þessu. Bara mayhem. Ég var líka bara, ok, þetta er þetta ógjáðuslega fyndið. Oh my god. Ég, verður hvað, ef það væri sko ruthless bullying á drengi minn og hann myndi gera þetta. Já. Ég væri bara velgert. Já, ég bara I'll allow it. Það veist, kannski ekki Stínu, hún átti ekki skilið. En veist Já, kannski alltaf ekki allir skilji en já, nákvæmlega. Oh my god, þetta er sjúklega fyndið sko. Ertu með meira? Ég ætla að ringja sérna í Daða og ringja í hérna Já, ég er með hérna við vorum að tala um eldgossaðan. Það er hérna 1974 í Alaska fór einhver upp á hérna gamalt eldfjall sem að vera búið að vera í dvala í 1000 ára eða eitthvað. Fór alveg upp á toppinn með fullt af einhverju timbri og einhverju drasli og kveikt í og allir bærin fyrir neðan panikaði, ég held að fjallið verið að gjósa. Mér finnst þetta mjög gott. Hældi í dedication. Þetta er, já. Ég ringiði hey Davíð, hvað ertu að gera? Svona, herri, it's gonna be legendary sko. Ég er búin að vera 4 klukkutíma að lappa upp hérna fram og tilbaka upp þetta fucking fjall með spýtur. Já, og bensínbrúsa eitthvað. Shit, ok, það er dedication sko. Já, svo hérna það er eitthvað sem gerir fólk brjálað út af eitthvað sem skiptir einhver máli. Þá var hérna 1988 þá var hérna, þú veist hvað pi er? Pie? Já, 3,14 bla 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 eitthvað, þetta er hérna ummál hrings eitthvað. Okkur sagði ég ekki, já, kaka. Okkur sagði ég það ekki. I'll have some pie. Já. Oh man, I love pie. Nei, hérna, það var eitthvað svona the pie recalculation eitthvað og þeir sem sagt gáfu það út að þeir nenni ekki þessu 2,14 bla 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 endalaust eitthvað, þannig að það verður bara 3,0 og þetta var bara auglýst og það var allt brjálað og það er bara, nei, þú getur ekkert þetta er starffræðiregla, þú getur ekkert bara breytt í 3,0. Í alveg, hvað? Ég held daginn að
það var hérna aprílgab Já, bara núna, veistu mitt, 1. apríl þegar Þórunn sýndi mér sko að það var heimsmeistaramót í Excel það er til já, ég held að það var bara aprílgab sko. Já, það og gaurarnir voru að hlaupa gegnum svona tunnel og það var myndavél og það var bara heimsmeistaramótið sko og ég var bara Bara eins og það væri boksarar að mæti hringin bara já. Bara fucking nördar hægri vinstri sko og ég var bara já ok, trúir þessi? Þóri bara, nei þetta er alvöru ég bara, nei ég er ekki að falla fyrir þessu, þetta er 1. apríl sko hún bara, nei þetta er og hvað er að gera? Setja upp Excel? Já, sko, með alls konar svona flýtileiðum og eitthvað svona Og veist þú að þetta er ekta Já Er þú bara eitthvað leið? Nice Sko, Excel er eitt magnaðasta forrit sem til er og hefur verið bara fundið upp, sko Þetta er svo mikið nörd, sko þú er svo mikið nörd Nei, í alvörinni, það Þú veit þessu kona mín, sko Hún finnst þetta svo töff, sko og Ég á alveg love-hate relationship við Excel, sko En hate you Já Damn, I love you Já Já, þú veist, þetta er ef þú kannt á það sem þú þarft skilur við Excel, þá er þetta bara sjúklega flott, gott forrit og þeir sem eru að vinna við að forrita, búa til Excel vita ekki allt sem að Excel getur gert sko. Þú veist, þetta er óendanlegt forrit sko. Þannig að mér kemur ekkert óvart að það sé heimsmeistarakeppni í Excel sko. Mér finnst það meira impressive heldur en þú veist, CrossFit eða eitthvað. Þetta er the real MVP sko. Já, sammála. Er það ekki? Jú. Þú veist hvað Richard Branson er? Já, Virgin Airlines milljarðamanningur. Okkur skýr það Virgin? Ég veit það ekki. Þegar þú komin á vissan aldur þá er þetta orðið bara perlegt sko. Ég hefur samt séð þú veist, þetta er hann er algjör snillingur sko. Þetta er Tony Stark sko. Það er ekki fucking Elon Musk. Já, hann bara þú veist, maður er alltaf að sjá myndir á hann náttúrulega, þú veist, 70 eða eitthvað í þú veist, í sjónum í hérna Fraklandi með einhverjum 20 módelum eitthvað, skilur að leika sér og þú veist já, okay. Og hann náttúrulega hann á örugglega eina bestu setningu sem ég hef heyrt það er hérna hann, já, eins og segja, hann náttúrulega á Virgin Airlines sem er flugfélag og meira og hérna, og hann sagði eitthvað tímann að það er ein pottjætt leið til að verða milljónamæringur það er að vera miljardamæringur og kaupa sér flugfélag því að þú tapar að því damn mér finnst þetta geggjusetning nei en hérna hann ekkert tímann fyrir löngu síðan þá hérna hann eyddi hellinga peningum í að hanna sem sagt loftbelg sem að leit út eins og fljúgandi furðuhlutur í alvöru? Já, með blikkandi ljósum og öllu saman og hérna hann sem sagt og teimið hans klæddu sig upp sem geimverur og lentu rétt hjá London sem að var til þess að lögregla og neyðaraðilar og allt sem hann mætti á staðinn og gerði bara því líka husla oh my god og þetta var örugglega einn dýrasti rekord brandari sögunar sko, þú veist, þetta er hann er svo mikill snillingur sko, dýrkan það væri ég held að það væri ekki holdt fyrir neitt ef ég ætti milljarða nei fyrir utan það að ég væri dáinn já ég held að ég myndi deyja bara já, bóttið ég væri bara svona eins og Elon og ketamíni bara kaupandi ríkisstjórnina bara ég ætla að prófa þetta ég bara, ætla þú að segja banna mér þetta nei, ég ætla að taka þetta, prófa þetta sér ætla ég bara, andó já, akkurat I have addicted personality sko. Já, sama hér svo að eyða pening í einhver rögl ég væri bara, I find my new drug já, ég þurfti bara að vera á Suðurpólnum ekki með neitt internetsamband bara í svona ár sko, þú veist bara ok, grómi niður ég væri þar sko já, fuck hérna, þú ert réttandur, eða ekki? Jú já, fannst svona heyrum hérna frá Burger King og kom með vinstri handar Whopperinn, left-handed Whopper nei Huglustu það sem sagt Hamborgara fyrir örfenda
Það sem að grænmetinu allegedly innan gæsalappa var raðað öðruvísi þannig að örfendir gætu borðað hambúrgarana á þess að grænmeti myndi hrynja út. Ok, það er ógeðslega fyndið sko. Það er mjög gott. Örfendi bara Praise God, við erum komið skæri og núna borgara. Já, nákvæmlega. Ok, þetta finnst mér creative. Þetta fannst mér helviti gott sko. Og fullt af fólki féll fyrir þessu náttúrulega. Bara, geðu við hugmynd. Shit, djöðlir til ég að giftast í Hagkaup sko. Er það ekki? Jú. Hugur Ég var hringið aða. Gerðu það. Hvað ætlum að segja? Henni við skulum sjá. Ætlum þú að tala við hann? Shit Ætla ég að tala við hann? Já. Sjá ég ætla að veistu, við bara báði tölum við hann. Ef ekki að spyrja hvort að hérna í skapurinn hans sé gangandi eða eitthvað. Eitthvað svona algjört bullshit sko. Oh my god. Halló. Hæ, er þetta Daði? Halló. Er þetta Daði? Já, þú væntanlega veist að vorst að hringja mig. Er ískapurinn gangandi? Jesus Kristi. Jesus Kristi, já, þetta er báði gangandi. Þú ætti kannski að ná í honum. Oh my god. Daði. Byrju, ég skellt á hann. Nú, ok. Ég skellt á hann. Sorry. Daði. Úf, þetta komið í þrótt hjá okkur strax. Ég mæti ekki einu sinni og það því þessi þátturinn bara. Nei. Jesus Kristi, hvað þau að mér að hátta. Hvernig gekk að Wow, Jim Carrey bara mættir í símanina. sko. Hvernig er það? Bara góður, sko. Ekki? Jú. Hvernig gekk að Gaman ykkur. Við, hvað? Gaman. Time of our lives. Já. Það er sko búið að vera tissue hérna. Við erum að þerra tárin hérna hægri vinstri. Þegar þú sagði að það er komið tissue, ég ætlaði að gera eitthvað allt annað Ain't no party like a Diddy party. Þú veist Daði, help me. Get me out of it. Ég horfi á Davíð alveg bara ain't no party like a Diddy party. Þetta er ræðilegt sko. Davíð var í öllum þessum partíum, sko. Já, True. Það er þess að í hvítu núna sko. Hann er tilbúin með Það er ekki drikkin. margir sem vita, Davíð er með hérna Snow sem gerir lagið Informa. Informa. Biggity eitthvað. Wow, þetta var hárrétt hjá þér. Þetta var nailed it. Nailed it. Við ætlum bara að gá hvort það var að lífi. Já, jú, ennþá. Já, Birkir náði að þú veist, græja alla græjurnar á þann og eitthvað, ég er rosa stoltur á honum. Ég er ekki búin að vera alveg klukkutíma að því. Nei, ég var 5 mínútur fyrir utan að tengja síman. Já. Og þetta því ég gleymdi. Það var svona 20 mínútur. Já, þetta ég gleymdi. Ég gleymdi að láta sleðan upp svo að smá klúður síðan að klippa smá þáttinn. Þetta er eitt takki og eitt sleði. Hvernig getur þetta klikka? Ég veit það. Stop bringing me down. Það tröpp okkur í vinnunni. Já. Okay. Love you, bye. Okay, bye. Er þetta ekki bara komið? Ég er bara frábær. Ok. Takk fyrir þetta. Bye.